Hey, lífið of stutt fyrir skammsýni. Úr vegi skal nú rutt allri þröngsýni. Skammsýni, þröngsýni, það sama? Þröngsýni og skammsýni. Að vera skammsýn og þröngsýn? Já, það eru svipuð orð, en skoðum aðeins hvað þau þýða. Má ég kynna orðanetið okkar? Þarna orðið þröngsýni í miðjunni og hérna í kring sjáum við ýmis orð sem eru skyld og merkja svipað. Hérna sjáum við til dæmis hitt orðið okkar, skammsýni. Það eru sem sagt skyld orð. Nú, og svo eru þarna önnur skyldmenni eins og fáfræði, fordómar og heimska. Þetta vill enginn vera. Allavega þekki ég engan sem vaknar á morgnana og hugsar í dag ætla ég að vera reglulega fáfróður og heimskur og leggja mig allan fram við að vera fordómafullur. En til þess að vera ekki þröngsýn eða skammsýn þurfum við að fræðast aðeins heiminn og hvað hann dásamlega fjölbreyttur. Við erum nefnilega ekki öll eins. Þú ert ekki eins og ég ekki eins og þú. Því það nefnilega þannig að við manneskjurnar forðumst og jafnvel hræðumst það sem við þekkjum ekki. Svo með því að kynna okkur málin verðum við víðsýnni. Sem akkúrat öfugt við þröngsýni og skammsýni, sem þýðir að við verðum umburðarlyndari, æfum samkennd og að setja okkur í spor annarra. Og ef við gerum það, þá verður allt betra, bæði fyrir okkur sjálf og allar aðrar manneskjur sem búa hérna með okkur á þessari dásamlegu plánetu okkar. Sjáu þið bara. Vala flúði til Póllands vegna stríðsins í Úkraínu. Fyrsta skóladaginn minn var ég mjög ánægð því að allir í bekknum vildu sitja við hliðina á mér. Við rifumst mikið þetta. Þegar Vala kom í skólan, þekkti hún engan og gat ekki tala tungumálið. Mér fannst eins og það væri einhver ókunnur í skólastofunni en ég þorði ekki að tala við Völu. Ég var hrædd um að hún myndi dæma mig. Vala fór að kynnast bekknum sínum og læra pólsku. Nú þetta ekki lengur erfitt því ég get tala á pólsku. Að kynnast einhverjum ekki lengur vandamál. Nú líður mér miklu betur. Ég kenndi pólskum bekkjarfélögum mínum að segja góðan daginn og þakka þér fyrir. Við höfum lært nokkur orð. Já, þau hafa lært nokkur. Fyrir börn á flótta eins og Völu vinátta mjög mikilvæg. Við fórum að tala mikið saman. Við erum ekki lengur hræddar við að segja neitt um hvort aðra. Það sem ég líka við Völu hún góð og hjálpar öðrum mikið. Síðan við fórum að hanga meira saman, urðum við eins og systur. Þarna sáum við frábært dæmi það hvernig hægt að taka vel á móti krökkum sem þurfa að flýja heimkynni sín, eins og til dæmis út af náttúruhamförum eða stríðsátökum. Já, það nefnilega þannig að það alltaf hægt að vera góður vinur. Það val að vera ekki góður vinur og þannig að það líka val að vera góður vinur og bara koma fram við allt fólk eins og þú vilt láta koma fram við þig. Nákvæmlega. Það vantar einn. Reyna að setja okkur í spor annarra og sjá hvað við myndum vilja í þessum aðstæðum. Það smellpassar. Sko, þetta í raun frekar einfalt svona, ef þið spyrjið mig. Maður á bara að vera næs. Þetta ekkert flókið. Hafið þið einhvern tímann hugsað út í hvers þið myndu sakna mest af öllu ef þið myndu einhvern tímann þurfa að flýja heimkynni ykkar? Því fyrir mig það sko fjölskyldan eða ísbúðin sem ég fer stundum í eða að sundlaugin alveg bara rétt hjá þar sem ég á heima. Já, það sko margt sem ég myndi sakna en fjölskyldan líka í fyrsta sæti. Það nefnilega algengt að fjölskyldur fara ekki allar saman þegar það þarf að flýja. Það alveg hræðilegt. Ástæðurnar geta verið margar, til dæmis stríð og náttúruhamfarir eins og jarðskjálftar, flóð og fellibyljir. Núna eru 40 milljónir barna á flótta í heiminum. 40 milljónir! En ekki langmest af börnum sem hafa þurft að flýja heimaland sitt í löndunum í kringum, eins og til dæmis börnin sem hafa þurft að flýja heimili sitt, Sýrland, eru nú í Jórdaníu, Tyrklandi og Líbanon
og svo hún Vala sem flúði frá Úkraínu til Póllands og Póllandi við hliðina á Úkraínu. Vala? Já, Vala. Hún kölluð Vala. Vala? Ég á frænku sem heitir Vala, oft kölluð Vala Svala. Máni, ekki núna! Sem sagt, það sem ég vil segja. Í myndbandinu sáum við hvað það svakalega mikilvægt að taka vel á móti börnum sem hafa þurft að flýja land sitt og eru að byrja í nýjum skóla í nýju landi. Við getum gert það hér, en hvað getum við gert fyrir þau börn sem koma ekki hingað? Við getum til dæmis lagt okkur á mörkum og tekið þátt í UNICEF-Hreyfinguna hverju ári, sem starfar fyrir öll börn út allan heim, meðal annars börn á flótta eins og hana Völu. Og hann Amar. Næstum 100 manns koma til Satari flóttamannabúðana á hverjum degi. En sumir vilja fara og það er mjög erfitt. Þau vilja fljúga í burtu og vera frjáls. Ég í sömu stöðu á hann vegna þess að mér finnst ég vera í búri í þessum búðum. Ég hef enga möguleika eða stað til að fljúga burt og breiða út vængina. Þú getur þetta, vinur. Einn daginn mun ég fljúga út úr þessum búðum. Og ég gerði það. Ég flaug út úr þessum búðum. Og ég fór þaðan. Alla leiðina hingað. Svo ég hér. Eftir 3 ár á hjóli. Og þetta mesti hiti sem ég hef upplifað síðan ég kom til Kanada. Ég hef verið í Kanada í 52 daga og það jafn mikið og litlasystir mín gömul. Svo ég tel bara eina tölu fyrir 2 mikilvægustu hlutina í lífinu. Sama dag og Ahmad flaug í burtu fæddist systir hans. Ahmad stundar nú nám í Kanada. Þrátt fyrir að hafa það frelsi sem ég vil og þau tækifæri sem ég vil, það hafi ég fórnað miklu fyrir það. Ég mun ekki geta séð fjölskyldu mína fyrir en lífið mínu lokið, bókstaflega. Það sem heldur mig vongóðum og bjartsýnum er fjölskylda mín. Fyrir mig þýðir þetta að breiða út von, sérstaklega fyrir þessi börn í Satari-búðunum. Sagan mín er bara sönnun þess að það er enn von og þú getur fengið tækifæri til að verða hvað sem þú vilt verða. Þarna náði Ahmad að komast til Kanada þar sem hann er að læra hjúkrunarfræði. En svakalega hefur það verið erfitt að skilja alla fjölskylduna eftir. En hann fékk samt tækifæri til að komast burt úr flóttamannabúðunum til annars lands þar sem ekki er stríð og mennta sig og lifa öruggu lífi og njóta mannréttinda sinna. Honum var veitt tækifæri sem hann nýtti heldur betur. Jæja, nú skulum við aðeins fara yfir eina grein í Barnasáttmálanum. Við tökum einu í einu, það eru svolítið margar, Ævar, við vitum það alveg. Það eru 42 efnisgreinar í Barnasáttmálanum og greinar 2, 3, 6 og 12 eru grundvallargreinarnar og mér sýnist að þú hefur ákveðið að taka aðra greinina. Það er alveg gott að fara svolítið vel í hana vegna þess að hún tengist einmitt því sem við erum búin að tala um. Öll börn eru jöfn. Nákvæmlega, þú náttúrulega veist allt um þetta. Já, Ævar minn. Það eru réttindi allra barna að við öll, börn og fullorðin þekkjum réttindi barna, grein 42. Og það er í lögum og það er búið að vera þannig síðan 2013. Það er bara þannig. Já, einmitt, það er greinilega bara þannig, já. Þið veitir greinilega miklu meira þetta heldur en ég. Velkomin í æsispennandi spurningakeppni UNICEF-Hreyfingarinnar. Í ár er þemað önnur grein Barnasáttmálans. Öll börn eru jöfn, bann við mismunun. Keppandi er Ævar Þór Benediktsson, sendiherra UNICEF á Íslandi, leikari, faðir, rithöfundur og réttindavörður íslenska lýðveldisins. Fyrsta spurning. Hvernig tryggjum við að öll börn, sama hver þau eru, hvar þau búa, hvað tungumál þau tala, á hvað þau trúa, hvernig þau hugsa og líta út, af hvaða kyni þau eru, hvort þau eru fötluð eða ekki, rík eða fátæk og án tillits til þess hvað fjölskylda þeirra gerir eða trúir á, njóti sömu tækifæri í lífinu. Ég veit þetta. Ég veit að við þurfum öll að þekkja réttindi barna og við þurfum að hjálpast að við að tryggja að það sé farið eftir þeim og þessu virt alls staðar. Við þurfum að fræða og fræðast og fræða aðra. Við þurfum að ræða málin, við þurfum að benda öðrum á þegar við sjáum að eitthvað er að fara illa og hvað má betur fara og þannig getum við hlúð betur á öllum börnum og við þurfum að tryggja jöfn tækifæri fyrir alla. Lokasvar.
Og það var alveg hárrétt hjá þér, Ævar. Já! Ég vissi eitthvað! Til hamingju, Ævar, til hamingju. Til hamingju. Og þú varst svala. Nei, ekki strax, Máni. Takk. Þá komið að því að leysa hérna svakalega þraut sem ég þarf að veðja að þið hafið aldrei leyst áður. Hún tengist annarri grein Barnasáttmálans. Hlustiði vel. Þetta hér borð og þetta borð stendur fyrir áskorun eða verkefni en hvort heldur sem þá ætlum við að takast á við það. Þið sjáuð girnilegar kökur hérna upp á, ykkur langar að borða þessar kökur og við ætlum að redda því en þið megið ekki taka þær og rétta hvort öðru, þið megið ekki leggja þær á gólfið en þið hafið þessa kassa 3 hérna, þið 3 og megið gera við þá það sem þið viljið til að ná ykkur í þessar kökur. Þannig ég segi gangi ykkur vel. Þið fáið 30 sekúndur. 1, 2 og byrja. Herðu, við erum 3 og það 3 kassar, ekki bara 1 mann. Já, það sanngjarnt. Ok, já. Sanngjarnt að þið fenguð öll jafn mikið. Það hljómar svo góð afmælisveisla. Þið fenguð öll 1 köku og 1 sval. Þetta eru síðustu svalar sem til eru í öllum heiminum. Sem sagt, já, það sem ég var að segja er að það hljómar mjög sanngjarnt. Þið fenguð öll 1 kassa, en náðuð þið að leysa áskorunina? Náðuð þið öll upp á borðið? Sko, ég er komin allt of hátt. Ég er bara góður. Þetta er akkurat fyrir mig. Ég sé ekki neitt, samt fekk ég jafn mikið. Akkúrat, þetta virkar nefnilega ekki alveg svona þegar við horfum á stóru myndina og hugsum líf allra barna í heiminum. Við erum vissulega öll með sömu réttindi og stöndum þar í jöfnum fótum. Við fæðumst með þessi réttindi, enginn getur tekið réttindin okkar og við missum þau aldrei. En málið samt að við fæðumst öll á mismunandi stöðum og þar af leiðandi með mismunandi tækifæri. Þess vegna eru sumir sem þurfa að berjast fyrir lífi sínu á hverjum einasta degi en önnur börn búa á öruggum heimilum, geta farið í skólan eða á fimleikaæfingu. Svo sjáum við það núna að sumir þurfa meiri aðstoð en aðrir og aðrir minni. Nú fáið þið aftur 30 sekúndur til þess að leysa þrautina. 1, 2 og byrja. Sko, málið ég þarf ekkert kassa. Ég sá alveg upp á borðið áður en ég fekk kassa. Ég er bara góður. Ásdís, má ég fá þinn kassa? Já, auðvitað. Málið leyst. Bingo, svona virkar þetta. Sum börn þurfa meiri aðstoð en önnur. Ásdís þarf engan kassa, Máni þarf 1 kassa og Embla 2 kassa. Þetta jafnræði. Nú búið að meta þarfir einstaklingana, skoða hvort einhverjir þurfa aðstoð og bregðast við því. Þannig tryggjum við Þau tækifæri. Fyrir öll börn. Vitið, ég held að við sem heldur betur búin að vinna í því að læra að vera hvorki þröngsýn né skammsýn. Ég allavega búin að læra helling. Ég er búin að fá medalíu, ég er búin að fá kóronu. Ég er góður, sko. Það gekk mjög vel. og svala. Nei, ég reyndar, svalinn var tekinn af mér þarna áðan. Auðvitað færð þú líka svala. Erum við ekki að tala jöfn tækifæri hérna? Nákvæmlega. Og þetta seinasti svalinn í öllum heiminum. Nei! Sem sagt, já, og að læra að setja okkur í spor annarra barna sem koma úr öðrum aðstæðum en við. Við sjáum það svo vel í myndbandinu á Völu hvað við getum gert til að hjálpa börnum sem eru að koma úr gríðarlega erfiðum aðstæðum sem eru aldrei börnum að kenna. Við getum náttúrulega gert helling. Nákvæmlega, og við getum sett kassaþrautina sem við vorum að gera rétt áðan inn í heiminn hennar Völu vegna þess að hún mætir í nýjan skóla, talar ekki tungumálið, hún þarf smá aðstoð, hún þarf 1 auka kassa til að hjálpa henni til að standa jafnhátt og allir hinir sem eru fæddir í Pólandi og skilja pólsku. Ég er búin að vera að hugsa fleiri hluti sem við getum gert. Því ég veit að foreldrar fá ekki oft upplýsingar á tungumáli sem þau skilja og þá missa kannski börn af einhverju skemmtilegu eins og fótboltaæfingu og frístund. Þannig við getum spurt þjálfarann okkar hvort við mættum bjóða með á æfingu. Ég geti það allavega. Já, þetta er geggjuð hugmynd. Ég get líka gert það. Þú ert að hjálpa núna með því að taka þátt í UNICEF-Hreyfingunni. Því UNICEF starfar í yfir 190 löndum og aðstoðar börn í neyð út allan heim og vinnur að því að réttindi allra barna séu virt.
Og það sem þú og við öll getum svo líka gert að virða réttindi allra barna með því að vera góður vinur. Taka vel á móti öllum sem hingað koma og tala um það sem þú lærðir hér í dag við mömmu og ömmu og frænda og pappa og vini þína og bara öll sem þú þekkir. Þannig reiðjum við burt allri þröngsýni. La 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 la. Hey! Ég er með hugmynd, komið með mér! Þið komið líka.